á Facebook eða fólk myndi aðeins bara leggja símanum á kvöldin. Bannalhluti, það ýmislegt sem að mér finnst mætti taka á og herða. Nagladekk eitt af því sem að tengist borginni. Skikka alla til að vera með nagladekk. Já, nákvæmlega. Djók, sko. Við þurfum ferskt loft í borginna og ég meina það sko, bæði í þeim skilningi að við þurfum ferskt fólk. Aðeins svona lofta út úr borgarstjórn og fá nýtt fólk og ferskar hugmyndir. En við þurfum líka sko, ferskt andrúmsloft til þess að anda að okkur. Þetta bara heilbrigðismál að við draugum úr loftmengun í borginni með því að bæta almenningssamgöngur, með því að gera hjólastíga og göngustíga öruggari, með því að einmitt auka vægi þessara umhverfisvænu samgöngumáta í þessu valfrelsi sem við vorum að tala um. Og hluti í því að bæta loftgæði í borginni að bara banna nagladekk. Þú veist, ég er ekki komið útvarsla á þessu, en þetta er sín sem ég hef. Nagladekk innan borgarmarkana held ég að séu langflest ef ekki allir daga ársins óþarf. Það eru til mjög góð vetrardekk sem eru ekki með nöglum, gera sama gagn eða betra í ákveðnum aðstæðum. Þetta er bara rannsóknir sem hafa sýnt þetta. Það eru mannslíf sem við erum að tala um vegna loftmengunar af völdum nagladekkja. Þetta eru mannslíf. Og þá skiptir það mér máli að ég beiti mig fyrir því að borgarbúar upplifi sig örugga, upplifi borgina þannig að þau geti bara andað þessu loftinu á þess að vera að skerða heilsuna sína. Þannig þetta er svona, kannski hot take sem ég með, þannig að við þurfum að allavega byrja á því að taka eitthvað gjald fyrir þetta heilsusvitandi.